Vika 10. Sko, við erum að fara í rauninni smá upprifjun á 0 eyða svigum og svo framvegis. Ég fer ekkert sérstaklega mikið í þetta. Þú veist, þetta eyða svigum, ef þið munið, þetta er bara upprifjun fyrir ykkur. 4x plus 1, 2x plus 3. Þetta er bara þegar það reikna svigan. Það fáið út úr þessu 8x í öðru plus 12x plus 2x plus 3, draga saman líka liði, 8x í öðru plus 14x plus 3 komið. Þetta eru fyrstu dæmin, þetta er bara svona smá upprifjun, skiljiði. Ég man ekki hvað vikur það var, en það var með nullregluna, ef þið munið eftir. Nullreglan þarna, þið eru með til dæmis eins og hérna x minus 3 er það sama á 0, þá veit ég hérna að x er 0, af því að 0 sinnum sviginn er 0, en svo veit ég líka hér að x er það sama á 3, af því að 3 minus 3 er 0 og svo hvað tala sem er til þess að það verður 0. 0 er 0, til þess að 0 er 0. Þetta var aðeins öðruvísi síðan í öðrum dæmum, eins og til dæmis hérna. En þetta er sama prinsip, við vitum að hér er x saman sem á 1 og hinum megin er það x saman sem á minus 4. Af því að ég veit að þetta verður 0 og þetta eru 2 svigar sem þýðir að 0 sinnum þessi svigi, það verður alltaf 0. Og sama hér, ef þetta er minus 4 plus 4 verður 0. Þetta getur verið milljón sem 0 er samt 0. Þannig ég verð að finna, ég verð að nulla þennan sviga og ég veit að 0 sinnum 0 er 0. Við erum bara að fara svolítið hratt í gegnum þetta, því þið ættu að geta flett tilbaka og sé hvað þetta er. Saman með hérna nullregluna, þetta er svona hjá okkur. Tökum við x-ið út fyrir sviga, þá er þetta svona. Og þá get ég sagt að x er 0 og x er 4. Aftur á móti, aðeins öðruvísi, þegar við erum komið með þetta 2x í öðru plus x er það sama á 0. Þá er hérna x tekið út fyrir sviga og þá eru 2x inni plus 1 er það sama á 0. Þá veit ég allavega að x er 0. Síðan segjum við þá 2x plus 1 er 0 eða 2x er það sama á minus 1 eða x er það sama á minus hálfur. Ok. Sama gildir ferningsregluna. Ég ætla ekki að fara í hana. Þið flettið þá bara tilbaka ef þið munið hann ekki. Af því að síðan notum við ferningsregluna til þess að fara líka til baka. Og það er þá eins og við fáum dæmi eins og x í öðru plus 12x plus 36. Þá á ég að sjá að þetta er bara x plus 6 í öðru. Ef ég er með a í öðru plus 4 plus 4, þá er það sama. Ég á að sjá að þetta er a plus 2 í öðru. Seinni ferningsreglan, það er með mínusnum. Sama gildur það. Það koma kannski dæmi þar sem að hún gengur ekki upp og þá bara er það svarið. Það gengur ekki upp ferningsreglulega séð. En muniði, ef þetta er x í öðru mínus 18, x plus 81, þá fyrsta sem við gerum er náttúrulega bara að sjá 81, ok, ferningstalan, það hlýtur að vera 9, 9 sem 9, 81, ok, þá virkar þetta x mínus 9 í öðru. Við þurfum að skilja aðeins ferningsregluna, til þess að geta leyst síðan
jöfnur með 3 liðum. En þá það bara ef minnstið passar. Og þá það til dæmis eins og hérna x í öðru mínus 8x pluss 16 það sama á 0. Ok. Þetta önnur ferningsreglan. Þetta x mínus 4 í öðru það sama og 0. Ok, nú erum við með þarna eitthvað á 0 og við erum með í öðru veldi. Og það sem við vitum að það bara ein tala sem hefur ferningstöluna 0 og það tala 0. Þá má ég skrifa bara x mínus 4 saman sem 0 eða x hérna 4. Annað dæmi. X í öðru pluss 10x pluss 25 það sama 0. Ok, ég sé að þetta fyrsta ferningsreglan eða x pluss 5 í öðru það sama 0. Þá hugsa ég aftur, ok, það bara ein tala með ferningstöluna 0 og það 0. Þannig að ég má segja strax x pluss 5 það sama 0 eða x það sama og mínus 5. Það sama með samlokaregluna. Við hérna förum ekki sérstaklega í hana. Við eigum bara að sjá að þetta x í öðru mínus 4, bara hratt. En svo eigum við að geta svissa tilbaka líka til við sjáum þetta. Þá svissa bara strax tilbaka og sjá bara já, ok. Þetta svíin það sama á þetta. Fara bara fram og tilbaka. En aftur á móti, ef við fáum samokareglu, samokadæmi, eins og til dæmis x í öðru mínus 100 það sama á 0, þá á ég að sjá hér að þetta x pluss 10, x mínus 10 það sama á 0, eða x þá 10 og x mínus 10 svarið, sérstætt. Þetta mögulega svona einfaldara en ferningsreglan að sjá hvort hvað. En bara í þessu núldóti, þegar við erum að finna 0, þá verðum við bara að hugsa af þetta svíi sem svíi. Ef þessi 0, ef svarið 0, þá þarf bæði hérna að vera 0 líka. Þannig ef þetta 0 og 0 sem 0 0. En ef þetta sem 10 og þetta 0, þú veist þá 10 sem 0, það samt aftur 0. Ég veit ég að segja 0 rosalega oft. Það nýja sem við lærum eru ójöfnur. Og ójöfnur alveg nytsamlegar. Ójöfnur geta sagt okkur til hvenær einhver borgar sig að gera eða hvenær maður á að hætta ef maður komin á 0 og svo framvegis. En við tökum ekkert rosalega mikið í þessu. Þetta bara nokkuð dæmi sem við tökum í þessu. Ég hugsa ég verði bara með eitt svona á prófi. Það ekki að fara að gilda eitthvað brjálæðislega mikið, en það alveg hæfni viðmið í þessu og hvort það sé matsviðmið í þessu líka og þess vegna erum við að fara í þetta. Þetta ekki að fara að segja til hvort að þið séuð ógeðslega góð í stærðfræði eða ekki. Þú veist, af 30 punkta prófi þetta kannski 4 stig eða eitthvað svoleiðis, max. 3-4 stig, eitthvað svoleiðis. En dæmin verða líklegast einhverslags orðadæmi og fyrsta sýnidæmi 27, útskýrir þetta svona allt í lagi. Það segir svolítið til út hvað þetta gengur og förum bara yfir þetta og sjáum hvort að við áttum okkur betur á hvað ójöfnur eru. Sigríður og Ívar í sumarvinnu við að tína bláber hvort hjá sínu landeiganda.
Sigríður fær 240 fyrir hvert box sem hún fyllir, Ívar fær 80 krónur fyrir hvert box en að auki 8.000 krónur á dag. Sigríður og Ívar fylla jafn mörg box en þau geta ekki fyllt fleiri en 100 box á dag. Sett upp ójöfnuna fyrir þetta dæmi. Ok. Við ætlum að segja að 200, þetta x boxin, Sigríður fær 240x krónur en Ívar 80x pluss 8.000 krónur. Ok, þannig að ef ég seti þetta upp, þá væri þetta eins og 240x stærra en 80x pluss 8.000. Síðan leysum við þetta næstum því bara eins og við erum að leysa jöfnur. Við getum ímyndað okkur að þetta eins og samansem. Þannig að það sem við getum gert við getum stytt þetta. Við getum stytt þetta dæmi. Þannig að, ok, ef ég stytti allt fyrst bara með 4, er það 4, getum við gert meira? Já, við ættum alveg að geta gert meira. Meira en 4, ekki? Með 20 held ég að sé betra, það ekki? 80 deilt í 20, jú, við gerum það. 20 betra, 20, ok. Styttum þetta allt saman. Það fáum við hérna út 12x eða stærra en 4x pluss 400, ég ætla að skrifa 8 aftur. Stytta allt með 20. Ok, svo gerum við það nánast eins og venjulega jöfnur. Þá gerum við hér 12x mínus 4x meira en 400 eða 8x meira en 400 deilt í 8 x stærra en 50. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir að eftir 50 Sigríður að vera með hærri laun. Þannig að Ívar með hærri laun þangað til að Sigríður búin að tína 50 box eða fleiri. Þegar hún búin að gera 51 box þar hún komið hærri laun en Ívar. Þannig að hún fær mun hærri laun ef hún tínir 100 box yfir daginn heldur en Ívar. Af því að hann með hana lægri krónutölu per box eins og 8.000 kall. Þannig er það. Í sýni dæmi 28, ef við setjum hérna líka upp dæmi bara 3x pluss 10 minna en 7x mínus 14. Núna eitthvað að fara að gera sem ruglandi og þetta ruglandi. Ok, höfum x-in vinstra megin, þannig að það hérna 3x mínus 7x minna en mínus 14 mínus 10 eða mínus 4x minna en mínus 24. Ok, síðan deil ég með mínus 4 mínus 4 og þá gerir svolítið spennandi. Þá flippast þetta við. Þannig að x-ið verður stærra en en 6. Þegar við deilum með mínustölu, þá snýst ójöfnumerkið við. Með mínustölu, þá snýst ójöfnumerkið við. Og þið þurfum við að æfa ykkur í þessu. Við getum tekið öll dæmin ef þið viljið í ójöfnum saman upp á töflu, en ég vil að þið reynið fyrst.
Síðan, eins og ég segi, ætla ég að búa til eitthvað eitt ekki of erfitt orðadæmi sem að kemur á prófinu ójöfnu. Ok,